nærverðinni hér í kvöld. Ég finn svo sterkt að það sé svo mikið af fólki hérna sem er sært hjarta. Fólk sem er yfirfullt af kvíða og ótta. Það er svona eins og krumla hérna í maðana sem að rífur í. En þú veist að Guð vill lækna þetta í kvöld. Guð vill snerta þig í lífiðin í kvöld. Guð vill taka þetta burtu og gefa þig frið og gefa þig frelsi og fylla lífið þetta kærleika og elsku. Yndislega lókir þetta, bara takk kærlega fyrir þetta, er alveg stórkostlegt. Ég veit það, Guð verður að sýna mér það, það eru 9 manns hérna på sviði sem er að lofa Guð og þau koma úr 8 samfélög. Og þú getur þetta að vera meiri í United heldur en það. Gefa þeim gott klap. Halleluja. Ég er búinn að vera svo spenntur fyrir þessu kvöldi af því ég trúi því að Guð ætla að gera stórkostlega hluti. Mér langaði aðeins til að bara segja fólki frá hver við erum í United starfið og hérna út af hverju það var til. Og ég trúi því og ég veit að þetta starf er til að því að Guð ákvað að byggja þetta starf. Þegar ég kom hingað til Íslands fyrir rúmum 3 árum síðan sem fárveikur alkoholisti, það er nú ekki lengra síðan að ég kom tilbaka þó sem ég hef átt lifandi trú í mörg ár að þá sá ég neyðina sem var í þessu landi. Ég var búinn að búa erlendis í 10 ár og þetta var, ég kem tilbaka rétt eftir hrunið verið hérna fjárhagslega hrunið og þá sá ég þessa hrikalegu neyð sem er í þessu landi þrátt fyrir þeim stað sem ég var á og það er allt í lagi. Guð þráir að nota það sem ég gekk í gegnum til þess að hjálpa öðrum og það er mitt líf í dag, það er að hjálpa öðru fólki. Vinnan hún þvælir svolítið fyrir en einhver tíma verður maður að vinna en þetta er það sem ég elska að gera, það er að gefa fólki von alveg svo Guð gaf mér nýtt líf að nýju af því ég eignaðist lifandi trú 1987 og hérna svo féll ég tilbaka þegar ég fór erlendis og var í 10 ár í mikilli neyslu. En þegar ég kom hérna tilbaka þá fekk ég líka eignast yndislega vini og svo fór ég að upplifa það, ég fór að vinna á stað þar sem mikið að útigangsfólki og þeir sem að hérna voru að bíða eftir að ríkið opnaði komu og þá sá ég þessa hrikalegu neyð sem er að því það er allir vegir eru lokaðir. Það er gríðarlega langur tími til þess að komast í meðferð og þetta myndi mig á sko að ég misti bróður minn úr alkoholisma og ég skrifaði minningagrein hann og að því það er kannski ekki allir alkoholistar hérna inni en hérna og ég byrjaði þessa minningur, ég ætla að lesa byrjun á minningagreina því þetta minnir mér svolítið á hvað þessi sjúkdómur er. Ég held ég símaði hérna ykkur staðar. En hann ætlaði nú ekki að vilja birta hana í Morgunblaðinu en það var nú gert í lokin og það stendur ég er öflugri en allir herir heims samanlagðir. Ég hef tortímt fleiri mannslífum en heimsstyrjaldir. Ég hef orsakað milljónir slysa og lagt í rúst fleiri heimili en flóð, stormar og fellibylir samanlagt. Ég hef slingast í þjófri heimi, ég stel 1000 milljarða árlega. Ég finn fórnarlömb meðal ríkra sem fátækra, ungra sem aldina, sterkra sem veikra. Ég birtist í slíkri ógnarmynd að ég varpa skugga á sérhverja atvinnugrein. Ég er þrotlaus, lævís og óútregnanlegur. Ég er allstaðar, á heimili, á götunni, í verksmiðjunni, á skrifstofunni, á hafi og í lofti. Ég orsaka sjúkdóma, fátækt og dauða. Ég tek allt og ég gef ekkert. Ég er alkóhól. Þannig byrjaði ég þessa grein og þetta er svolítið lýsandi dæmi það sem er að gerast í dag. Að þessi sjúkdómur er að taka líf allt og margra. Það er náttúrulega enginn að falla fyrir þessu en þannig er það nú samt í dag. Og þess vegna er þetta starf. Þess vegna er starfi líka að þeir sem eru með í þessu starfi er að koma inn í þetta starfi fólk sem er fullt af angist hérna í hjartanu fyrir því að geta hjálpað að reisa fólk við. Að reisa fólk við. Ég segi alltaf í Biblíunni sé fyrra Jónasarbréf sé svona bréfið okkar, það er svona
sem við störfum eftir, það það sem við þráum að gera. En þegar ég var að byggja hugsun og tilgang þessa starfs á sínum tíma og baða lengi fyrir því að Guð að gefa mér hvernig ég geti lýst starfinu best, og þá fekk ég póst og það var nú algjörlega óvart, og það var það var svona hugsun og tilgangur sem ég þráði fyrir starfið, var skrifað fyrir mörgum árum síðan, og hann heitir William Booth og var stofnandi Hjálpræðisins, og við ákváðum bara að nota það af því það lýsir okkar starfið svolítið vel, og það stendur: á meðan konur gráta eins og nú skal ég berjast, á meðan börn svelta eins og nú skal ég berjast, á meðan fangelsi eru fulla fólki eins og nú skal ég berjast, á meðan nokkur berst við fíkn, á meðan konur eru misnotaðar og börn, á meðan nokkur sála lifir án ljós Guðs skal ég berjast. Ég skal berjast allt til enda. Og þetta akkúrat það sem við gerum í þessu starfi, og við þráum að gera í þessu starfi. Og ég skoraði að ert hérna í kvöld og finnur hennan kvíða í lífiðinu. Ef þú ert að berjast við þessa hluti, opnaðu hjartaðið fyrir Guði. Við sungum það hérna áðan. Opnaðu hjartaðið fyrir Guði og leyfðu honum að koma inn, af því hann þráir að grípa inn í lífið. Hann þráir að gefa þér þessa lausn sem þú þarf. Hann þráir að gefa þér þessa gleði. Hann einn getur gefið þér þessa gleði. Ég lofa þér því, ég búin að leita út allt. Ég leitaði nýjöld, ég var mikið á miðlum og spákonum og spámönnum og öllu þessu fólki, og það gaf ekki neitt annað en meiri sorg. Ég reyndi að bjarga mínu lífi sjálfur með því að hætta að drekka, það gekk ekki. Sem ég talaði hérna áðan, það var þegar hann tók ákvörðun að leyfa Guði að koma inn í og hjálpa sér, að þá gerðist það. Og fyrir mörgum kannski nafni Jesús Kristur eitthvað fáránlegt, það er ekki barnalegt, en vitið það, þetta er eina lausnin sem til í dag og hefur alltaf verið, og það er Drottinn Jesús Kristur. Að við megum ekki gleyma því, hann fór á krossinn fyrir 2000 árum síðan rúmum til þess að við getum átt þetta líf. En það breytir því heldur ekki að þetta er þitt val. Hann treður sér ekki inn í líf þitt, ég segi það alltaf, hverju samkomi segi ég það, hann treður sér ekki inn í þitt líf. Þú verður að opna hjartaðið fyrir honum til þess að hann komist til þess að lækna þessi sár. Og ég veit að eru svo margir sem hafa þessi sár í sínu hjarta. Þetta starf, eins og ég sagði, þetta er ekki kirkja. Við erum bara starf sem þráir, hjálparstarf sem þráir það að útvíkast og taka á móti fleira fólki. Og ég get sagt ykkur það, við getum verið bara 24/7, við getum verið allan sólarhringinn að vinna í svona málum. Það er svo mikið neyð í þessu landi af fólki sem er að berjast. Og þú ert kannski eitt þeirra sem ert hérna í kvöld, en þá ætla að gefa þér gleði fréttir, það er til lausn, og lausnin er Drottinn Jesús. Og við höfum miklu stærri þrá og tilgang fyrir þetta starf. Við erum og þið megið biðja fyrir því. Mér langar til þess að deila þið með okkur. Það er gott að deila svona hlutum, það hvernig við sjáum hlutin að gerast. Mörg okkar hafa verið, eða nokkur okkar hafa verið með fólk inn á sínu heimili í niðurtröppum þegar að fólk hefur gengið erfiðlega, fólk sem hefur verið í angist og veikindum og ekki endilega áfengi og fíkniefni, heldur kvíða og ótta og hræðslu, vanmáttarkennd, tilgangsleysi, fólk sem þráir bara það er bara að taka líf sitt. Að Guð getur komið inn í þessa kringumstæði líka. Hann þráir að fylla lífið þitt gleði, fullkomni gleði og ekta gleði, ekki eitthvað fals. Vitið það, bara núna síðasta sólarhring þá hefur við leitað til okkar fólk sem er að berjast í áfengi og fíkniefni, fólk sem er að berjast í kvíða, ungi krakkar sem hafa þurft að taka ábyrgð sem þeir eiga ekki að taka og er að kikna undan því, vilja taka líf sitt. Og þetta er hrikalegt ástand. Og ég get sagt að við getum verið með fólk allan sólarhringinn, farið í hús hérna allan bæinn og draga frá gardínur og sjá hvað er að gerast inn á þessum heimilum. Og við verðum að fara að taka stöðu okkar. Og við viljum gera það í United-starfinu, við viljum ganga lengra og lengra og lengra. Við höfum verið að skoða húsnæði fyrir meðferðarheimili, þar sem við getum tekið á móti 40, 50, 60, 70 manns. Ég get lofað ykkur því, við fyllum þetta heimili bara á 2-3 dögum. Að hver einasti alkoholisti sem er á göngur göturnar í dag, hann þráir að fá lausn. Hann þráir að hætta. Og þið sem hafa verið á þessum stað, þið vitið það. En fíknin er gríðarleg, þess vegna eftirfylgni þarf að vera mikil og sterk. Og við þurfum að halda utan fólk og við gerum það bara einn hátt, og það er að elska fólk til lífs. Elska það til lífs. Taka utan alla, dæma engan. Ekki nokkurn einasta mann. Ég hlustaði á predingu í gær sem var svolítið góð, var skemmtileg áminning fyrir okkur
að við skulum ekki alltaf sjá syndin í lífi fólks, það sem að í lífi fólks. Við skulum ekki horfa á það. Við skulum horfa á möguleikana. Við skulum horfa á að Guð getur komið inn í þessar kringumstæður og Guð getur reist fólk við, getur komið þessar lækningu og lausn sem þarf að koma inn í líf fólks. Ég get ekki hort lengur og ég segi ykkur alveg eins og ég græt hverjum einasta degi út þessu. Og ég vildi óska þess að það væri fleiri sem myndu hafa þetta hjarta. Og ég skal deila þið með ykkur eða þið viljið. Af því ég þrái fleira fólk til þess að koma á annar stað, til þess að hjálpa fólki. Og í fyrra Jónasi bréfi þá stendur einmitt stendur í 3. kaflanum þá 17. versi. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinni vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöður í honum? Börni mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Og það það sem við þurfum að gera. Ekki bara, ég hef tekið eftir í þegar að fólk sem hefur komið inn í þetta starf og orðið fyrir því að falla til hliðar að nýju, og þá er svo gaman að sjá hverju virkilega hafa þess að þrá í hjarta sínu, að sjá fólk reisast upp, að þeir hlaupa eftir þeim. Þeir keyra allan bæ á næturnar að leita að fólkinu sem það verið. Og svo það hinn hlutin sem getur ekki einu sinni farið í neyslu aftur. Út af hverju? Að því að Guð búinn að fylla líf þeirra kærleika, elsku og frið. Hann það eina sem getur komið á móti þessu ógeði sem að dópið í dag. Og við vitum það, hvernig lífin að breytast og þetta að vera sterkar og sterkar efni og efni sem að grípa þig algjörlega. Þú veist, óvinurinn sem ég kýs að kalla djöfulinn og það, að hann kemur til að stela og slátra og eyða, og þessi efni sem fara inn í líkamann eru til þess að taka þig og gjörsamlega meðvitundarlausan fyrir því að hafa sjónið hennar á drottni Jesú. En samt sem áður hefur fólk sem hefur verið í þessu starfi komið tilbaka nýju af því það getur ekki verið í neyslu. Hugsaðu ykkur hvað yndislegt að geta fengið þá lausn inn í sitt líf við sinni fíkn, að maður getur ekki verið í neyslu lengur. Að því maður er fullur af kærleik og elsku og friði drottins og maður fengið að upplifa að vera inn á þessu leveli sem lífið á að vera. Og í dag, þegar þessi þjóð að berjast við þessa erfiðleika, fjárhagslegu erfiðleika, að þá það fyrsta sem það bitnar á, að það eru þeir sem minna mega sín. Og þar viljum við koma og grípa inn í. Og við trúum því, og ég bið ykkur elsku vinir að hafa þið í bænum ykkar, að Guð opni þessa leið. Við trúum því að innan 3 mánaða, 2,5-3 mánaða, þá verðum við komið með heimili. Þannig við getum farið að fara út á götuna og ná í það fólk sem að þjáist. Ég þarf að horfa á þetta hverjum einasta degi. Ég fæ að horfa á sorgina á hverjum einasta degi. Ég var að deila með því að því ef þú réttir út höndina og vilt hjálpa fólki, þá mun Guð senda fólk til þín. Ég var sagði þeim frá því helgina að það kom maður niður í vinnutíminn á mótnana og var að drekka, og ég sá þessa gríðarlegu sorg í hjarta hans því ég horfði í augu hans og ég þráði svo mikið að vitna fyrir honum, og það var alltaf eitthvað sem kom í veg fyrir það að ég geti vitna fyrir honum og sagt honum að það væri til lausn, boðið honum að koma hér á samkomu til okkar og fá að kynnast þessari lausn. Og margir eru á þeim stað að þeir þurfa að fara áfram og fara inn í meðferð og fá læknislega hjálp, en við fylgjum þeim eftir og reynum að vera í sambandi svo við getum. En þessi maður var búinn að koma oft á mörgu sinnum og alltaf hann ég þess að þrá, ég verð að ná tali á honum. Og það var alltaf loka fyrir það að ég geti deilt þessu með honum. Og ég horfði upp á hvern bjórinn og fætur öðrum fara niður og sorgin var meiri og meiri og meiri. Svo fekk ég hringingu einn daginn og beðið hann að koma inn á heimili í fólki til þess að það væri þar eiginmaðurinn væri í gríðarlegri neyslu, áfengi og frá næla blóði og við þekkjum þetta allt og pissa blóði og konu mjög slæman stað, bara drykja og svefn og drykja og svefn og drykja og svefn. Og ég fór inn á þetta heimili, ég var svolítið stressaður að fara, ég þekkti dótturina en ekki móðurina og ekki þennan mann. Og svo fór ég þarna klukkan 10 á mótni inn á þetta heimili og bað Guð að bara leiða mig áfram og sýna mér að ég væri að gera rétta hluti. Og svo því ég kem inn í stofana þá situr þessi maður sem ég hafði fengið svo mikið neyði fyrir og niður í vinnu og gjörsamlega búinn að því. Og þetta það svona sem Guð vinnur og staðfestir að það sem við erum að gera er rétt. Þegar við beygjum okkur niður eftir einhverjum sem að þarnast hjálpar,
að þá erum við að beygja okkur niður eftir til Jesú og hjálpa honum. Það stendur í orðinu að klæðalaus var hann og við gáum honum föt og hungrað var hann og við gáum honum að borða. Og þetta er akkurat það sem við gerum við fólk og þetta er það sem að knýr okkur áfram í þessu starfi. En fyrst og fremst að kærleika og elsku Drottins. Og ég segi þér ef þú ert hérna í kvöld, það er engin tilviljun að þú ert hérna í kvöld. Ég lofa þér því. Þú ert hérna í kvöld af því að Guð vill snerta við lífið þínu. Guð vill fá að koma inn í hjarta þig. Guð vill fá að gefa þér þessa gleði sem við höfum fengið. Hann vill fá að gefa þér þennan himneska frið. Friður sem er æðri öllum skilningi manna. En þetta getur aldrei fengið að vita nema að reyna. Og við þráum að allar manneskir fá að kynnast Drottni Jesú. Og það verk sem hann gerði á krossinum, þetta er ekki bara einhver skáldsaga, heldur er þetta lifandi hlutur og hann er lifandi í dag. Og hann er að tala til þín núna fyrir sinn heilaga anda að hann þráir að koma inn í lífið þitt og þráir að gefa þér þessa lausn. Hérna eftir þá ætlum við að biðja saman hérna fyrir fram og við erum með fullt af fólki sem kemur hérna og hjálpar okkur að biðja fyrir ykkur. Við erum með útlendinga sem var komið erlendis frá sem að þrá að vera með og biðja hérna með okkur. Og ég skora á því að nota þetta tækifæri. Guð er að banka í hjartað þitt. Við viljum bjóða hérna fram til fyrirbæna og ef þú þekkir ekki Jesú Kristu átt ekki þetta líf, ef þú átt ekki þetta yndislega líf, þá vorum við bjóða þér að koma hérna fram okkur langar til að biðja fyrir þér og taktu afstöðu í kvöld. Farðu ekki hérna út á þess að vera búin að taka afstöðu. Þú sérð aldrei eftir því. Þetta er einföld bæn en þetta er risaskref. Að því þá eftir að umbreyta lífiðinu. Þá eftir að taka þið út úr þessu myrkri og færa þið inn í ljós. Og þú sem ert á þeim staði í dag, ég veit að það er fólk hérna inni sem hefur verið að berjast í svo gríðarlegt þunglindi og vonleysi er búin að hellast yfir og eina útgönguleiðin sem þú sérð, það er að taka lífið þitt. En Guð vill mæta þér í kvöld líka. Hann vill gefa þér tilgang, hann vill gefa þér kærleika, hann vill gefa þér elsku. Við höfum hundruð vitnisburða hérna inni frá fólki hér inni, hvernig Guð hefur gripið inn í lífið þeirra, hvernig Guð hefur komið með þennan kærleika og þessa elsku. Við dæmum þið ekki, við erum ekki til þess og komum aldrei til með að gera það. Við viljum bara fá að umfaðma þig, við viljum bara fá að elska þig og taka á móti þér nákvæmlega eins og þú ert. Þú þarft ekki að breytast neitt til að koma til hans, ekki neitt. Hann sér það. Ég sé ekki syndin í þínu lífi, en það er það ekki mitt. En ég sé möguleikana sem er í þínu lífi. Ég sé möguleikana að sjá lífið þitt umbreytast, að sjá þennan kvíða fara og sjá þennan ótta fara, sjá þessa hræðslu fara. Það er líka fólk hérna inni í kvöld sem er svo brotna sjálfsmynd og tala niður til sín á hverjum einasta degi. Guð vill grípa inn í þitt líf líka. Hann vill leyfa þér að sjá hver þú ert. Hann vill leyfa þér að spegla þig í sér. Hann er fullkominn. Hann skapaði þig nákvæmlega eins og þú ert. Við skulum lúta höfði. Halleluja. Halleluja. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir að þú ert hér, Drottinn. Þakka þér fyrir að þú ert að snerta við lífi fólks hér í kvöld, Drottinn. Þakka þér fyrir að þú ert að snerta hjarta þess sem er brotinn. Takk fyrir að þú ert að snerta hjarta þess sem er að berjast við þunga og byrðar, hræðslu og vanmátt og kennd. Takk, Drottinn minn, að þú ert að eiga við sorg í lífi fólks.
Ef þú ert hérna inni í kvöld og átt ekki þessa lifandi trú, hefur ekki tekið á móti frelsarann Jesús, þá biðum að rétta upp höndina. Mistu ekki að þessu tækifæri til þess að koma hér fram og láta biðja fyrir þér. Biðja Guð, drottinn Jesús, að koma inn í lífið þitt til þess að leysa þig, til þess að gefa þér þessa von, gefa þér hennan kærleika og gefa þér þessa elsku. Við þráum að eitt að fá að biðja fyrir þér. Við þráum að leiða þig áfram, skref fyrir skref, inn í sigur líf. Líf sem fullt af sigri og sigurum. Skref fyrir skref fer það upp á við. Skref fyrir skref fer burtu þessi ótti sem hrekur svo marga áfram. Halleluja. Mér langar að biðja fyrir biðjundur að koma upp. Gjörðu svo vel, þeir sem eru lyftu hönd, gjörðu svo vel. Komið því fram og lefum biðja fyrir ykkur. Ég biðja fyrir biðjendunum að koma. Biðja. Halleluja. Halleluja. Ég trúi að séu fleiri sem eru hérna inni. Guð að banka á hjartaði. Komdu þér fram. Leyfðu Guði að snerta við lífið. Hann þráir að gera það. Þú sem ert að berjast við sjálfsvígs hugsanir, komdu hérna fram. Guð þráir að leysa þig. Guð þráir að fylla hjartaði af von. Hún ekki fölsk, hún ekta. Skulum fara með þessa bæn saman. Drottinn Jesús, ég kem til þín. Ég þakka þér, Drottinn, að þú dóst á krossinu fyrir mig, fyrir syndir mínar og sjúkdóma. Ég þakka þér fyrir að þú vilt koma inn í lífið mitt. Ég býð þér að koma inn í mitt líf og leysa burtu syndanir. Ég þakka þér, Drottinn, að ég núna þitt barn í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Halleluja. Það lætur mig ekki friði það sé ykkur hérna inni sem að berjast við að taka líf sitt. Ég trúi því að Guð vilji mæta þér í kvöld. Komdu hérna fram.